Ég er með 3 frábærar æfingar fyrir í dag sem hjálpar að styrkja og móta líkamann. Ég nota lóð í æfingunum og í öllum æfingunum sem ég er að fara að gera þá erum við að fókusa á efri og neðri part líkamanns. Þannig erum við að fá hámarksárangur út úr hverri æfingu, mjög góð tímanýting. Fyrsta æfingin er þannig að þú ert með axlabreidd milli fóta, heldur fast utan um lóðin, lóðin nema við axlir. Svo ferðu rólega niður í hnébeygju, þá fer þunginn vel og sest niður þunginn vel í hælana, kemur upp og réttir úr höndunum. Passar að halda olnbogum vel að þér. Gerir þessa æfingu sirka 15 sinnum. Því hérna er þetta fólk fær súpergóðar æfingar í einni æfingu. 15 sinnum og bara vanda sig. Rólega hérna. Þegar þú ert búin að þessari æfingu, þá stígur við vel í sundur, hælar inn, hennar út, réttir vel úr líkamannum. Ætlar að láta rólega rófubeinið síga í átt á gólfi. Þannig að þetta er útskeið hnébeygja, komum upp og drögum lóðinn meðfram líkamannum að brjósti og olnbogar í axlarhæð og svo keyrum við olnbogana aftur. Þannig að við drögum herðablöðin saman. Þarna erum við að fá frábærar æfingar fyrir efri og neðri part líkamanns í sömu æfingunni. Útskeið hnébeygja og það sem við köllum róður. Gerið þessa æfingu 15 sinnum. Síðasta æfingin er þannig að við tökum afturstig og armbeygju. Þá förum við hérna. Leið við stígum aftur og þá beygjum við hendur og lóðum koma að brjósti. Mjög góð æfing til að styrkja uppandisvöðva. Passaðu að það séu 90 gráður á fremri fót. Það sýna aðeins hérna beint fram. Þannig að það er mjög gott að snúa lóðunum á leiðinu og fyrir líka rólega tilbaka. Mjög gott að gera þessar æfingar 15 sinnum hverja, hvíla örlítið, taka svo 2 mínútur í viðbót. Frábær æfing til að styrkja annan líkamann. Gangi vel!